Ég heiti Guðmundur Guðmundsson og er meðlimur í BMWF-klúbbnum, búinn að hjóla í yfir 30 ár. Við vorum á ferð, BMWF-klúbburinn í skógræktarferð og við vorum á leiðinni heim. Keyrum við fram á félag okkar sem hafði farið aðeins á undan og hann er með eitthvað bilað hjól, er að bágra yfir hjólinu sínu. Gef stefnur og svo hægja á mér og er eiginlega nánast stopp þegar ég sé að einn úr hópnum sem var fyrir aftan mig, hann hefur ekki tekið eftir þessu og er að koma aftan á mig. Örugglega á 80-90 án þess að hafa geta komið neinum vörnum við. Þetta er gríðarlegt högg sem verður fyrir sem þýðir það að hjólið mitt sem sporðreisir svona afturdekkið og ég fell af því afturábak. Hendist með hjólinu, væntanlega svona, mér er sagt að þetta séu hátt í 150 metrar sem að ég fer. En ég sem sagt ligg þarna í mölinni og finn að ég get hreyft mig og var bara með smá sár á kálfa og olnboga og marinn á lendinni. Ég finn að ég get bara staðið upp og hreyft mig. Málið er það að ég var gríðarlega vel búinn. Ég var í fyrsta lagi með ekstra bakvörn sem er fyrir innan jakkann, svo var ég í mjög góðum galla og svo er ég með þetta headlight vesti sem blæs upp og ég vil taka það fram að það vesti veitir gríðarlega góða vörn þó að það blási ekki upp. Þannig að það er eiginlega tvöföld vörn. Það er sterk bakvörn í því og síðan er blæsað út og það sem er kannski stóra málið í þessu er það að þegar vesti blæs út þá stífir það hjálminn af. Yfirleitt eru mestu slysin í svona að það er hálshnykkur og hálsbrot og ég hef ekkert fundið til í hálsinum eftir slysið, hvorki á slysstaðinni eftir það, sem þýðir það að höfuð á mér hefur verið algjörlega stíft af. Sá sem var stoppandi út í kanti og horfir á þetta, hann sér mig bara þeytast þarna endalaust og hann trúði því ekki þegar ég stóð upp. Það er svo margt sem að hefði getað farið verr í þessu og ég er auðvitað gríðarlega þakklátur fyrir það og mín upplifun þegar ég er akkurat í þessum aðstæðum þar sem ég hef enga stjórn. Lendingin var svo mjúk, mér finnst ég eins og að það bara verið lagður niður og það er ekkert nema bara vestið sem að hefur tekið að mér öll högg. Það er náttúrulega blæs út og er bara eins og stuðpúði. Þegar ég sá líka vegalengdirnar þegar ég stóð upp, trúði ég varla að ég væri bara heilsu og gæti bara gengið og lögregluþjónn sem kom á staðinn hringdi mér daginn eftir og sagði það ætti hvorugur ykkar að vera til frásagnar. Hjálmurinn er ónýtur, gallinn er allur í henglum, vestið var rifið og tætt. Leðurskónir eru rifnir og hanskapin mínu voru rifnir líka þannig að ég hef náttúrulega endast henst þarna og lent á grjóti og öðru en ég bara upplifði það ekki þannig. En þetta er allt ónýtt, allir búnaður. Ég þakka bara þessu vesti algjörlega bara sem bara mín lífgjöf eða allavega að forða mér frá miklu tjóni.